Í þessu dæmi eigum við að finna hraða geimflaugar sem að hægja á sér. Og við höfum gefna formúlu fyrir það. Hraði flaugarinnar er vaff jafnt og 1200 mínus 25 t mínus 0,2 t í öðruveldi. Hraðin er sem sagt fall af tíma og þetta er formúlan eða stæðan sem að segir okkur hvernig hraðin er háður tíman. Nú við vitum líka að hraðafallið er afleiða af vegalengdafallinu. Það er að segja ef við höfum fallið vaff sem að sýnir hraða og sem falla tíma og vegalengdin er líka fall af tíma, þá vitum við semst að hraðafallið er afleiðan af vegalengdafallinu. Ok, þá þurfum við að finna fallið S sem hefur afleiðu sem er vaff. Með öðrum orðum, við þurfum að finna stofnfallið S. Við þurfum semst að andideilda eða finna stofnfallið. Ok, fallið S er þá stofnfallið af 1200, það verður þá 1200 t vegna þess að afleiðan af 1200 t er 1200 mínus við viljum finna stofnfallið af 25 t, þá fáum við hérna 25 t verður í öðruveldi og við deilum með 2 og svo fáum við mínus 0,2, margföldunarstöðlinn breytist ekki, t verður í þriðja veldi og við deilum með 3 og svo er hérna einhver fasti C sem við vitum ekki hver er. Þetta er þá almenna stofnfallið fyrir vegalengdina. Nú, þessi fasti C, hann ákveðst af skilyrðinu að við vitum að þegar að tíminn er 0, þegar tíminn er jafnt og 0, það er engin tími liðið, að þá er vegalengdin að sjálfsögðu líka jafnt og 0. Þannig að við getum þá sagt að S af 0 er þá jafnt og 1200 sinnum 0 mínus 25 aðrir sinnum 0 í öðru og allir þessi liðir sem innihalda t verða 0 pluss c og við vitum að við tíma 0 að þá er vegalengdin 0 þannig að þetta á að vera jafnt og 0 og að því sjáum við í þessu tilviki að c er jafnt og 0 þannig að fallið okkar S af t almenna fallið okkar sem að S af t fall af t er þá 1200 t mínus 25 t í öðru deilt með 2 mínus 0,2 t í þriðja deilt með 3 og það má einfalda þetta en við ætlum ekki að spekulera því vegna þess að það sem við eigum að finna út er hversu langt flaugin fer fyrstu 10 sekúndurnar. Nú, þá þurfum við einfallega að finna bara hérna S af 10 og þá fáum við hérna 1200 sinnum 10 pluss 25 aðrir sinnum 10 í öðru, skrifa það, 10 í öðru, við vitum alltaf að það er 100, mínus 0,2 sinnum 10 í þriðja sem er auðvitað 1000 deilt með 3 og þetta er þá jafnt og
1000 pluss 100 sinnum 25, þetta verða 2000 og, nei, býta nú við, þetta átti að vera mínusina, þetta átti að vera mínus, 25 sinnum 100 deilt með 2 það ekki 2500 deilt með 2 mínus 0,2 sinnum 1000 það ekki 200 deilt með 3 og þetta það bil jafnt og 10.700 eitthvað svoleiðis. Ef ekki að segja bara að flugin hafi farið, já sko þetta spurning 10.700 metra eða hraðin hefur farið cirka 11, nei flugin hefur farið cirka 11 kilometra ef við miðum við þessar 2 markverðu stafi sem er í dæminu. Það hefur cirka farið cirka 11 kilometra á þessum 10 sekúndum sem liðu frá því að hún fór að hægja á.